Herðu, það sjávarútvegsstefnan og helviti skótin. Þorvaldur Gylfason er hingað kominn, mjög blessaður. Sæll. Herðu, þú varst nú með þjóðnýtingu í fyrirsögn Já. og hefur ekki sést í á prenti í HR-stíð. Hvað meinar það? Málið er sára einfalt að það er löngu tímabært að skila sameignar-auðlindinni í sjónum til rétts eiganda sem er fólki í landinu. Þannig að það njóti rentunar af sinni eign. Þetta hefur blasað við í 50 ár. Ég er staðið í þessari baráttu sjálfur frá því ég flutti til landsins fyrir 40 árum. Og mér eldri menn sem sumir eru ennþá uppistandandi eins og Þorkell Helgason, prófessor og fyrrverandi ráðuneytisstjóri, þeir hafa staðið í þessu í 50 ár og eru enn að. Það hefði átt að vera hægt að virða þjóðarviljan án meiri háttar uppstokkunar á fyrri tíð og að loka staðfesting þess birtist í þjóðaratkvæðagreiðslunni nýja stjórnarskrá 2011 þar sem 83% kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu sem Alþingi bauð til listu sig fylgjandi stjórnarskrárákvæði ævarandi þjóðareign á auðlindinni. Þetta stendur að vísi lögum, það er bara ekki dugað til. En þegar Alþingi vogar sér síðan að vanvirða þjóðarviljan eins og hann birtist svona skýrt í þjóðaratkvæðagreiðslunni nýju stjórnarskrána 2011 að þá þurfa menn að hugsa sinn gang. Ég hef beðið þolinmóður núna í hvað er komin 12 ár frá því að við unnum þennan frækilega sigur í þjóðaratkvæðagreiðslunni en Alþingi sýnir engin merki þess að það ætla að gera annað en að hegða sér eins og handbendi ólígarkana í sjávarútvegi. Og við það er ekki lengur búandi, við sjáum hvað heimsbyggðin er að gera við rússnesku ólígarkana, það blasir við og nú held ég að íslensku ólígarkarnir og umboðsmenn þeirra á Alþingi þurfi að fara að hlusta betur á það sem við höfum verið að segja í öll þessi ár. Málið er graf alvarlegt vegna þess að Ísland heldur áfram að hrapa niður eftir listum yfir lýðræðisríki. En helsta lýðræðisstofnun Evrópu er tiltölulega ný af nálinni, hana reka stjórnmálafræðingar við Háskólann í Gautaborg í Svíþjóð. Og það eru 180 löndum raðað eftir því hversu vel þau standa að lýðræði heima fyrir. Og þess að við erum að búast auðvitað Danmörk og Svíþjóð í efstu 2 sætunum. En Ísland er sokkið niður í 25. eða 7. sæti. Hver eru nágrannar okkar þar? Manstu það? Bandaríkin eru 2009. Gerðspiltu stjórnmál? Já, nákvæmlega. Og sko við höldum áfram að sökkva dýbra og dýbra í þetta fenn og bara við það má ekki lengur búa. Og þess vegna segi ég úr því að stórfyrirtækin í sjávarútvegi og stjórnmálamennirnir gátu ekki komið sér saman lausn sem að fólki í landinu getur sætt sig við og þá er ekki bara að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna 2011, ég er að tala bókstaflega hverja einustu skoðanakönnun sem hefur verið birt málið í 40 árið eða meira. Og meiri segja að var einnig könninni var spurt hefur kvótakerfið slæma áhrif á lýðræðið og það held ég að verið 66% sem sögðu já. Já. Þess að fólk bara átt að segja þessu. Þetta eru sömu 66 eða 7% og stuttu stjórnarskrá frumvarp stjórnlagaráðs 2011. Og úr því að þau hafi ekki notað tíman betur, fyrirtækin í sjávarútvegi og alþingismennirnir, að þá verðum við að grípa til nýrra ráða. Og mín tillaga í þessari grein er mjög einföld. Hún er þessi, að þeir flokkar á þingi og utan þings sem ekki þáðu fjárstyrki af útvegsfyrirtækjunum og ólígarkonum fyrir síðustu kosningar, eiga bara að lofa almenningi því fyrir næstu kosningar, vonandi verða þær í vor eða haust í síðasta lagi, að þau ætli að þjóðnýta kvótan og með því á ég bara einfaldlega við það að þau ætli sér að skila þjóðareigninni og umráðum yfir henni og tekjunum sem hægt er að hafa af henni til rétts eiganda sem er fólki í landinu. Og
og þessir flokkari ættu þá að leggja bara önnur ágreiningsmál til hliðar. Bara gera kosningabandalag, segja, ég er að tala um ykkur í sósíalistaflokknum, ég er að tala um Samfylkinguna, Pírata og Viðreisn og sjáum hvort einhver aðrir að hoppa á. Við vitum að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn vilja ekki koma nálægt þessu. Þetta er alveg kjörið tilefni og tækifæri til þess að setja þá á þann stað þar sem þeir eiga heima. Þetta eru flokkar sem höfðu og gátu gengið að vísu 75% kjörfylgi á fyrirhluta síðustu aldar og samanlagt fylgið þeirra komin niður í þriðjung og stefnir lægra. Og þetta er einmitt þriðjungurinn sem greiddi atkvæði gegn nýju stjórnarskráin 2011. Og nú bara orðið tímabært í ljósi þess sem er að gerast að setja þetta fólk til hliðar, biðja það núna að taka til í sínum ranni utan ríkisstjórnar í 1 eða 2 kjörtímabil að mesta kosti, meðan aðrir ganga inn og moka flórin. Og þetta þarf að gera og það þarf að varast það að fara að þvæla eitthvað útfærslu atriði eins og mönnum tókst að drepa kvótaumræðuna og dreif með eilífu þruglu Moskva-stærð og annað. Spyrjum ekkert að því. Málið er þetta er bara tvöfaldsstrategía. Við myndum nýja meirihluta á Alþingi, nýja ríkisstjórn sem lofar því að skila sameignarauðlindinni í réttar hendur og auðveld leið til þess auðvitað að staðfesta nýju stjórnarskrána sem þeir áttu að vera búin að fyrir löngu og sannaðu til og svo geta þær haldið kosningar og þeir munu sigra þær með yfirburðum. Og þá getur þið byrjað að finna leiðir til þess að ná sameinari lendingu í málum þar sem að þið kunnið að hafa ólík sjónarmið þegar upp er staðið. Leggið ágreiningi til hliðar, þetta er lykilmálið, leysið það og þá mun loksins rofa til á Íslandi, segi ég. Já, þú sagðir að frá því þú komst heima þá hefur verið að berjast gegn þessu og ég man eftir þér hérna fyrir aldamót að þú talaði uppboðsleiðina. Hérna, hver er munurinn á þessari tillögu og því sem að þú hefur verið að berjast fyrir og sömuleyti er uppboðsleiðin inni í stjórnarskráni með því að tala fullt gjald og það allt. Þú nú ert að biðja mig að fara að tala um Moskva-stærð sko. Það er ekki Moskva-stærð. Það er ótímabært. Ég er að spyrja því, hver er munurinn á því sem þú ert að segja núna og þú sem þú hefur sagt áður? Ertu semst að opna fyrir að séu fleiri útfærsluleiðir? Nei. Það er engin munur því og því sem ég hef sagt áður, nema bara núna er stungið upp á uppstokkun sem er fólgin í því að færa eignarhaldið á stóru útgerðunum yfir til ríkisins, hversu lengi sem að sú skipan stæði. Á fyrirtækjunum sjálfum? Já, á sjálfsögðu. Og við þurfum að leita leiða til þess að ná aftur eignunum sem að sumt af þessu fólki hefur sölsað undir sig. Sjá, þetta er hversdagslegt viðfangsefni út í heimi. Við byggum við lénsskipulag á 18. öld og 19. Og hvernig komast út úr því? Nú með eigna upptöku og sjálfsögðu við skiptum landinu upp og Íslandi hefur verið að fara í öfuga átt, hér hefur verið að koma á lénskerfi í sjávarútvegi, þar sem að sumir neyðast til þess að leigja illa fengnar eignir af ólígarkonum og við það er bara alls ekki búandi og allra síst á 21. öld. En sjáðu, ekki biðja mig að fara að útskýra hvernig á að þjóðnýta. Það er bara verið að þjóðnýta út í heimi, alveg það verið engavæða þar sem það á við og það er fullt af ríkisstjórnum í London og París og Róm sem eru að fást við þetta og það er bara fullt af sérfærið þekkingu sem hægt er að fá aðgang að bara með einu símtal út í heim. Ok, þá spyr ég hérna í nafni þeirra sem eru efins. Hérna, teldi okkur kjark og bent á dæmi út í heimi sem að sýna þetta er hægt og þetta sé hversdagslegt eins og þú ert að tala um. Þetta sé bara sjálfsagðar hlutur og hversdagslegt. Nei, gerum hitt fyrst. Fyrst skulum við... Nefndu dæmi það sem er verið að þjóðnýta út í heimi. Núna, til dæmis er ítalska ríkisstjórnin í alvarlegum hugleiðingum endur þjóðnýtingu símafélagsins. Þar bara eftir engavæðingin 1990 eitthvað og tótt ekki takast nógu vel. Og þetta er bara eitt hverslega dæmi. Sama á við enskar vassveitur og franskar veitur og svo framvegis. Með öðrum orðum þarna eru sumstaðar vinstristjórnir, sumstaðar hægristjórnir og þetta er bara hverslega viðfangsefni. Sko, þegar ríkið klikkar bregst hlutverki sínu, eins og það gerðist í ríkisbankakerfinu hér
á sínum tíma, á síðustu öld, að þá vaknar krafan einkavæðingu, allir ég hef ekki verið einna fyrstu til þess að heimta einkavæðingu bankana á sínum tíma, en svo fór útfærslan alveg hreint norður og niður og þess vegna þurfti að þjóðnýta bankana 2008, þannig að við þurfum ekki að leita lengra bara heldur niður á Austurvöll til þess að finna nýtt dæmi nýlegt dæmi þjóðnýtingu. Þeir voru verðlausir bankarnir, en það verður að finna verðmiða á Samherja og Brim og Ísfélagið. Bara alveg svo þarf að finna verðmiða á Símafélagið á Ítalíu og svo framvegis. Það verið að gera þetta út í heimi, þetta engin vandi. Og þeir sem að vilja þvæla Moskvastærðina í þessu og svo framvegis, að þeir gera það, ekki þú, en þeir munu hinir gera það, bara til þess að reyna að dreifa athyglinni. Lögum mér gefa bara dæmi úr íslenskri sögu. Þú þarft ekki að vera að sammála mér þegar ég segi að árangursríkasta umbótastjórnin sem hefur verið mynduð á Íslandi var viðreisnarstjórn Ólafs Thorson þeirra 1960 sem umbylti efnahagslífinu hér, gerði að vísu bara helmingin að því sem hefði þurft að gera, finnst mér, láta það leikja myndi hluta. Heldur þú að þeirra verða að þvæla í kosningabaráttunni 59 smáatriðin í þessu, hvað ætla að gera við þetta og útgerða fyrirtæki og hittar, auðvitað ekki, þau ekki neitt. Þeir bara lofuðu því að hreinsa til og það dugði og svo náðu þeir kjöri og hreinsuðu til og svo komu nýja kosninga 4 mánuðum seinna og þeir höfðu frækilega sigur þar. Þetta formúlan sem ég að stinga upp á við þig sem leiðtoga Sósíalistaflokksins og Samfylkinguna og hennar nýju forystu og Pírata og Viðreisn sem á heima í þessu bandalagi. Peningarnir sem Viðreisn þáði af útvegsfyrirtækjunum fyrir síðustu kosningar voru algjört smottir, það voru heldur 600.000 eða 700 eitthvað svoleiðis. Þannig að Viðreisn til þess að gera með allt sitt syndlaus, og þess vegna eigið að hafa hana með þessu og náttúrulega flokk fólksins og svo við sjá hvað Vinstri græn gera. Þau myndi ekki þora að standa utan svona bandalags og þau myndi skilja bara Framsóknarflokkana 2 eða 3 og Sjálfstæðisflokkinn úti eftir í kuldanum og eins og þessi, þetta gerlegt. Þetta engin vandi. Þetta gerlegt út í heimi, en eins og þú ert að vísa til með Moskvastærðina, sem þú ert að segja, að þá hefur Íslendingum tekist að jafnvel í málum sem að virðist vera sterkur þjóðavilji, til þess að gegn kvótakerfinu, 70-80% sem eru bara ansnúiðinn og ansnúiði út af þekking og reynslu á kerfinu, ekki út af því að miskilja það að þá hefur ekki tekist að mynda samstöðu sem sterkari ef þú myndir raða saman ýmsum hópum sem eru að deila sjávarútvegsstefnuna, þá eru LÍÚ sterkast af því að það engin hópur starrið þau. Þetta henni íslenska rökræðu og pólitíska hefð. Já, þetta partur af vandanum, en svo annar partur sem nú viðkvæmari, og hann þess að Ísland öðrum þræði Rússland. Menn einhvern veginn svo vanir því að það sé farið illa með þá og þau séu auðmýktir og barðir á alla lund, bara eins og rússneskur almenningur, þetta vita allir sem hafa setið veldursporði í Moskvu eða Pétursborg, að einhvern veginn gefast upp of snemma. En núna eru mikla breytingar af vendum í Rússlandi. Ég eigi von til þess að Rússland verði orðið alvöru lýðræðisríki eins og við höfum þau í Vestur-Evrópu innan 2-3 ára, að það sem mistókst 1990 fyrir mistök Bandaríkjamanna og annara, að það fari ekki aftur á versta veg Úkraína sigrar í stríðinu eins og ég vona og von á og þá mun á einhverjum tíma óttast að hann geti orðið svolítið langur, en þá mun innvolsið í hugarfari Rússa breytast. Þá munu þeir segja við láti berja okkur í mörg hundru ár, fyrst af keisurunum og svo af kommunistunum og svo af ólígörkunum. Núna þurfum við að taka upp nýja siðu. Og ég held að þetta 30 ára tímabil frá 1990 fram til stríðsins í Úkraínu, að það opni augu. Það hörmulegt að skildi ekki takast betur til. Men ég var í hópi þeirra í útlöndum sem að mæltu með því að Rússar eru teknir inn í Evrópusambandið á sínum tíma. Það var lifandi umræðum þetta cirka 1995. En það fór ekki svo. Sumpart vegna þess að kaninn freistar til þess að hegða sínum
málum og meðölum þannig að Rússland yrði áfram veikt sem var svakaleg bommerta og ég trúi því ekki að þau endurtaki þá villu. Þannig að ég bjartsýnn sko fram í tíman, en þá verða Íslendingar að gera það sem ég að lýsa vonum að Rússar muni gera, hættum að láta berja okkur. Rísum upp. Finnst þér að því að þú þekkir til í Rússlandi og það oft talað Rússland að það er svona aðferð til að lifa við Rússlandi eiginlega, þú veist, að skilja stjórn landsins svona til hliðar við sig. Og draga hana sundur og saman í háði. Draga hana sundur og saman í háði, en fyrst og fremst kannski að lifa bara í bókmenntum og einhverjum öðrum vegna þess að þetta veröld sem að ég tel mig ekki geta haft nein áhrif á. Finnst þér þetta líkt með... Svolítið, ég held að partur af því hvers vegna svona mikið okkar besta fólki sko í listageiranum, til dæmis í tónlistarbransanum, þessi að stjórnmál hafa ekki aðdráttarafl fyrir þá tegund af góðu fólki sko. Þangað dragast inn allt og margir sem að hneigjast af peningum og völdum. Leyfðu mér að segja aðeins meira þetta. Því að þessi voru orðið vart úti í heimi að stjórnmálaflokkar eru hættir að vera stjórnmálaflokkar sumir hverjir. Byrjum bara í Bandaríkjunum og republikanaflokkurinn hefur ekki lengur neina stefnuskrá. Hann bara bandalag fólks sem að vill það eitt að lækka skatta af auðmönnum og til dæmis fyrir flokksþing republikanaflokksins þegar að Donald Trump var útnefndur forsetaframbjóðandi, það var engin stefnuskrá í fyrsta skipti. Og svona eru allir flokkarnir á þinginu í Moskvu. Þeir eru bara að halda bara á stimplum í höndunum til að stimpla það sem kemur frá Putin og hans mönnum í Kreml. Og mér finnst vinstrihreyfingin grænt framboð var orðin svona flokkur. Engin stefna, heldur bara tækifæris stefna, sem er að vísu stefna líka. Og það að gera út á sko ríkið sem vinnuveitanda handa fólki sem að hefði miklu lægri laun sko, eða þyrfti að sjá sér farborða hérna utan stjórnmálana og svo framvegis. Og svona hafa margir flokkar hver af öðrum fallið í þessa voðalegu gryfju, og það nýkomið bókum þetta eftir helsta hagfræðing Rússa sem þurfti að eftir heimsókn skattalögreglunar á skrifstofunans, rektorskrifstofunans í háskólanum í Moskvu, að flýja bara þá kvöldi til Parísar. Hann vildi ekki detta út úr gluggan. Og hann hefur skrifað núna við annan mann, prófessor í Bandaríkjunum, bók sem að lýsir því hvernig þessi stjórnmálaflokkar eru orðnir svona, og við þurfum að rísa upp gegn þessu. Það hefur ekki fjara meir en svo undan lýðræðinu hér heima að við höfum frjálsa fjölmiðla ennþá. Það bara eftir framförinni sem Fréttablaðið hefur tekið núna síðustu misseri, skrifa leiðar eftir leiðar í gegn spillingu sem það gerði ekki áður. Þannig að Morgunblaðið er eina blaðið sem að sér enga spillingu í landinu ennþá. Og þú veist, ég ekki vissum að Moggi verði þannig ennþá eftir 5 ár. Þannig að Moggi batni líka? Ég held Þú ætlar Rússlandsbatni og kvótakerfið leysist og Moggi verði góður? Já, og það er stutt á milli Moggans og Rússlands. Þú manst það þegar að Seðlabankastjóri Sjálfstæðisflokksins reyndi að selja Ísland í hendur Pútins og það var 2008 og þá vissum allir sem vildu vita allt það Pútin sem við vitum núna. Þetta mál er óuppgert. Það var ógleymanlegur dagur hjá mér því að það var pólsk vinkona mín sem kom í heimsókn til mín að hún taldi sig að ég geti hugsanlega haft eitthvað svona áhrif og sagði þú verður að fara og tala við mannin og þú verður að stoppa þetta. Það voru Pólverjum fannst það sko, fannst þetta að vera vestutíðindi sem hefur nokkuð tímann heyrt að við ætlum að selja Ísland Rússlandi. Og sérðu, það fóru 3 menn á vegum Seðlabankans og einn ráðgjafi á fund í Kreml. Og þeir hafa aldrei verið spurðir hvað gerist á fundinu, þetta er allt saman eftir. Herðu, hérna ertu búin að lesa tillögurnar frá hópnum hennar Svandísar? Nei. Auðlindin okkar? Nei. Ég hef enga trú á því að það sé lestarefni sem verð þess að yfir það sé lagst. Þannig þú er enga trú á hennar nefndarstörfum til þess að búa til sátt sjávarútvegsstefnu? Nei, enga. Og það sé ekki verið að gera sátt við þjóðina, verið bara að pakka saman stefnu LJU og selja þjóðinni? Nákvæmlega. Og sérðu þetta er svo ójafn leikur sko, svo er stjórnvöld þarna með fullar hendur fjár og sumpart frá ólígarkonum sjálfum
að raða upp einhverjum silkihúfum og stilla þeim upp sko í rándýru sjónvars áróðusefni sko. Þetta minnir á Rússland. Já. Og mér þetta ekki í hug að ætla að fara að efna til að taka þátt í svokallari málefnalegri umræðu um þetta og á þessum forsendum. Hvað var ekki að mér í eitt andartak? Þú átt við bara aðferðin sem notuð þarna og það sem verið að reyna að tróða í almenning með einhverjum svona slikk myndböndum að þú bara finnur lyktina af þessu. Og hann leggur langar leiðir. Þannig horfur þetta mér. Og þess vegna bara hvet ég ykkur enn til þess, myndiði svona kosningamandalag, gefiði kjósendum svona hátíðlegt lofvörð, að þá vinniði sigur og þá gildir að vinna vel úr honum, svíkja ekki lofvörðið, heldur láta hendur standa fram úr ermum og þegar það og þá geti ég ringt í mig eða aðra og spurt til hvert eða var hringi út í heimi til þess að fá tæknilega útfærslu á þessu, ég skal hjálpa ykkur við það ef þið kærið ykkur um það og svo þegar það er búið, þá færið aðra kosningar og þá munir stóra auka fylkingar. En eitt varðandi svona söguna að því að þjóðnýting, þetta er orð sem er þrungið merkingu og líka í sjávarútvegi, að þú kannast við að hvernig hefur verið talað um bæjarútgerðirnar og fleira, það var allt verið á haustnum og illa rekið. Myndur ekki óttast slíka um það? Nei, en eins og segi, enn og aftur, það er ótímabært að tala um það. Þjóðnýting hefur reynst vel þegar við hefur átt út í heimi, til dæmis frá breska velferðaríkið eftir stríð byggt upp með þjóðnýtingu eftir að Churchill tapaði fyrstu kosningunum eftir stríð og síðan var sumt af þessu einkavætt smám saman og stundum hefnast þjóðnýting og stundum missefnast hún og ef hún missefnast þá einkavæða menn og ef einkavæðing missefnast nú þá þjóðnýtamenn eins og við gerðum hér við bankana heima í okkur. Þannig þetta er miklu einfaldara og auðveldara viðregnar heldur en menn vilja láta vera láta. Og ef menn ætla að fara að hrópa sko kommunistar að þeim sem að biðja um þjóðnýtingu, þá skildum við bara hugsa út í það hvers vegna de Gaulle, hægri maðurinn, þjóðnýtti Renault eftir stríð, bílafyrirtæki, stærsta bílafyrirtæki Frakklands. Það var vegna þess að sjálfur Renault, stofnandi og eigandi fyrirtækisins, hann hafði framleitt hergögn handa nasistum. Og slíkur maður hentaði ekki sem helsti iðnjöfur Frakklands, hann var bara settur til hliðar. Og dómstólar komu að því. Og þetta ættu rússneskir oligarkar og vinir þeirra í sumum öðrum löndum að hugleiða þetta dæmi frá Frakklandi og önnur slík. Og svo erum við Íslendingar náttúrulega þannig að konskið það svona besta sem hefur verið byggt upp í svona framleiðslu er til dæmis hitaveitan á Landsvirkjun sem er hvorutveggja og opinber fyrirtæki. Segðu. Herðu, en ég nefndi þið áðan að þið vorum að fara yfir fréttayfirlitið og voru að fara yfir hagnað bankana og þar kom meðal annars fram að þeir skiluðu ykkur í manni hvað það var 67 milljörðum í hreinan hagnað en hreina vaxtatekjur þeirra voru 130 milljarðar og við vorum svona að reyna að átta okkur á því hvað það var í stóru uppæð og ég var að spyrja þig, er það snjallt fyrir samfélag að láta 130 milljarðar sem að velkjast hagkerfið ganga upp sem hreina vaxtatekjur hjá 3 bönkum? Ná, sjálfsögðu ekki. Þetta er bara því klassíski íslenski fákeppnisvandi. Það er engin samkeppni milli þess að þriggja samráðsbanka hér. Okkur heldur það hafa aldrei verið hlustað á kröfur mínar og annar um að hleypa erlendu banka inn á Ísland til þess að lækka vaxtabyrðarnar sem eru lagðar á fólki í landinu. Og það er vegna þess að þeir sem hafa ráðið þessu á Alþingi að þeir vilja hafa fákeppnina áfram. Þeir vilja að bankarnir fá að halda áfram að rýja almenningina skinni. Og þessi fákeppni er ekki bara vandamál í bankageiranum, hún er í byggingabransanum, hún er út um allt. En hefur þetta ekki lamandi áhrif bara á fjölskyldur og fyrirtæki að þurfa að borga þetta? Að sjálfsögðu. Erum við ekki bara með óvenju stórt fjármálakerfi eða þú veist svona Wall Street sem að Main Street hagkerfi eða raunhagkerfi þarf að fóðra? Já, stórt og spilt. Það þurfti hrun til þess, nei, fyrir ekki hrun. Þegar búið var að einkavæða alla viðskiptabanka í Eystrasaltslöndunum 1990 og eitthvað. Að þá krafist ég þessi sem ekki þar að nú mætti ekki bíða lengur með einkavæði íslensku ríkisbankana sem höfðu verið morandi í vitleysu og spillingu um áratugaskeið og á það var hlustað og þetta var gert og partur af þessu var að kveðja hingað heim fulltrúa frá
Skandinavíska Enskildabankan sem var þá stærstu og öflugustu banki í Norðurlanda, einn af þeim, og þeir komu hingað heim, en þeim var sparkað úr landi til þess að rýma fyrir Björgólfsfeðgum og allir þekkja hvernig því máli lyktaði og að menn skuli ekki hafa dregið þá ályktun á þessari hörmungarsögu að strax eftir hrun áttu þeir að búa svo hnútana að þeir fengju góða og heiðvirða banka úti í heimi til þess að eiga mikilvægan hlut í íslensku bönkunum sem voru endurreistir á rústum hrunsins. Það er makalaust og það bara sýnir það að uppgjörið við hrunið það fór ekki fram nema til háls þannig að allt og margir og þar á meðan ráðandi öfl í núverandi ríkisstjórn og öllum ríkisstjórnum sem hér hafa setið frá 2013 líta svo á að gamla fákeppnislíkan eigi að fá að vera hérna áfram, engin erlend samkeppni í bankarekstri, engin erlend samkeppni í tryggingum og svo framvegis. Og við þetta má ekki lengur að búa. Og fyrsta skrefið er að þjóðin nýta útgerðina, stórútgerðina. Herðu, Þorvaldur, kæra þakki fyrir að koma hingað við